Arnar Guðlaugsson, fótboltaþjálfari Íslandsmeistara Víkings og fyrir atvinnumaður í fótbolta, velkomin í 24/7. Þakka fyrir. Ég legg alltaf upp með sömu spurningar og fyrsta viðfangsefni alltaf tengt manneskjunni sem kemur til mín. Þannig að mér langar bara, og við gefum okkur bara góða tíma til að svara þessu, en fyrsta spurningin bara botnaði þetta, fótbolti lífið. Já. Ég var alveg upp á orðum Bill Shankly og ég veit ekki alveg hvort að fyrir Frankfurt Liverpool þegar hann talaði að fótbolti var ekki matter of life and death, það miklu mikilvægir en það, en ég veit ekki alveg hvort að það sé rétt hjá honum, en það er líka lífi í þeim tilgangi að raun og veru það kemur svo margt fyrir í fótboltaleik sem þú tengir við lífið og ef þú leggur þið fram þá nærðu árangri, byrjum á því fullt af obstacles í einum 90 mínútur leik sem þú þarft að yfirvinna, bæði þegar þú lendir undir, þegar þú lendir yfir, þú getur tengt það við sigra í lífinu eða áfulli lífinu, og svona, fótbolti ekki alveg lífið, en það svona margt sem þú getur tengt við sem á mjög vel við og það hefur reynst mér ágætlega að hafa þessa speki að leiðarljósi. Ég held maður lært ansi mikið, þó maður vissi það ekki á þeim tíma, að maður lærði ótrúlega mikið að, einmitt að tapa, að vinna, að leggja sér fram, gera mistök, læra mistökum, vinna með ólíku fólki, hafa ólíka einslíka yfir sér. Algjörlega. Þannig að læri rosalega mikið umfram bara svona lífshæfni umfram bara fótboltan, skilur mig. Algjörlega. Þú segir mitt líka með Guardiola sagði að í vetrami minn að fótbolti býður ekki eftir neinum og það að sami lífinu. Það basically, ef að þú ert alltaf leikmaður sem vælandi yfir að ekki fengið tækifæri, alltaf kvartandi og kveinandi og þess áttar, að þá einhvern veginn fótboltin býður ekkert eftir, þá tekur hann bara næsta aðeila sem meira jákvæður en þú, meira tilbúin að leggja á sig, meira tilbúin að hvað maður segja, að skilja hvað þarf til þess að ná árangri og það að saman lífinu, að þú ert alltaf gaurinn sem alltaf vælandi og kvartandi og kveinandi og afbrýsamur út í hitt og þetta, þá einhvern veginn við lífið bara einhvern veginn að lætu þið til hliðar og einbytta sér frekar af gaurinn sem virkilega tilbúin að leggja eitthvað á sig og mér finnst það mjög góð speki hjá honum. Algjörlega. Og mér langaði til að spyrja hvernig þú sérð þjálfunar stílina, því að það eru sumir sem eru bara að því að, maður fylgst aðeins með þér og mér finnst þú allan að maður fylgist með viðtölumlega, þú ert mannlegur, skilurðu, þú ert bara svona, og þess vegna held ég að fólk líki vel við almennt, en ég veltaði fyrir mig því maður hefur haft þjálfara sem algjörir harðstjórar, sem hafa haft þjálfara sem eru bara kannski jafnvel ofmiklir vinir, þessi dans þarna með því að þú getur verið góð stjórnandi og getur stilt upp keilum og að vera með æfingar og tilgang bak við allar æfingar, en síðan annað að vera leiðtogi, hvernig nærðu því besta úr hverjum og einum einstakling og eins og við vorum að tala um Kloppan áðan með Liverpool, hann virðist ná einhver jafnvægi með þetta, ég hef heyrt leikmenn sem spila á Rúnar Kristins, bara þú getur verið, einstaklingur getur verið á bekknum, hann samt bara sáttur við, ekki sáttur, en skilur ákvörðuna út af því að hann hefur einhvern veginn, hvernig hugsað þú þessa nálgun? Ég held að ungi leikmenn í dag með 20 og segjum bara 20 leikmenn, 25 leikmenn, að þetta allt metnaðargjarnir strákar. Þeir eru búin að leggja lífsitt og sál í það að verða fótboltamenn frá að vera ungir. Þeir mæta á æfingar með metnaðargjarnir, ákveðin á árangri, þannig að þeir eru ekki að mæta á æfingar til að láta öskra sig. Byrjum þar. Það er aldrei að fara að ganga upp. Þeir eru frekar að fara að mæta æfingar til að læra og interakta við félagana að ná einu sameiginlegu markmið sem vonandi að vinna fótboltaleiki. Þannig að öskur er ekki inn í myndinu. Við getum gleymt því. Þannig að hvað það sem þá ert að vinna með 20-25 mismunandi einstaklinga og hvað það sem færi viðkomandi til þess að ná þessu markmið? Þú ert svolítið að vera klókur í að finna það út. Sumir þurfa arm on the shoulder og aðeins að tala við og chatta og aðrir bara þurfa ekki að neina að halda en þú þarft að monitora og stanslaus á hverja æfingu og koma sér svona að grípa inn í ef þið finnst eitthvað að vera að. Þannig að það má segja þetta svona 25 mismunandi aðferðir til að ná árangri við lið og mín reynsla þegar ég var atvinnumaður, það var alltaf bara ein aðferð. Það var ekki individual
leið framkvæmdastjóra til að ná til leikmann, þetta var eiginlega bara ein leið, það var til að ná til hópsins og ég held á þeim tíma hafa kannski virkað því að tíðarandi var bara öðruvísi og kynslór var öðruvísi og mögulega voru við kannski svo kynsla sem var svona síðust til að acceptera að það var kannski alltaf lægi að öskra mann og allt þess að það sko en eftir hvernig tíðarandin hefur breyst það þá þessi leikmenn í dag þeir vilja samt að láta taka hart á sér inn á milli sko, það er ekki þannig að þú ert bara góðu vinur alla tíman og þeir komast með hvað sem er en þeir þurfa svolítið að finna það að ábyrgðin hjá þeim og þeir þurfa að finna það ef að þeir step out of line, svo í slettuna aðeins að þá verða afleiðingarnir og skilan bara fyrir mér til þeirra hafa alltaf verið þannig að afleiðingarnir ekki þannig að ég mun taka þá að fund og útskýra máli fyrir, heldur bara hægt og bítandi þá finna þeir bara sjálfur að þeir komin aðeins út úr myndir og mér finnst það einhvern veginn virka langt best að vera þessi leiðtogi sem einhvern veginn er að koma þeim skilabóðum til leikmanna að þeir svolítið beri ábyrgð á sjálfur sér og þá eru aftur komin í þetta hýsta setningu frá Guardiola að fótboltinn er ekki að bíða eftir neinum ég er heldur ekki að bíða eftir neinum sko. Ég er bara, ef að leikmaður sýnir það á sannar á hverjum degi með sinni hegðun inn á velli og utanvallar að þá er ég maðurinn til að íta hann áfram og velunum fyrir það Já, það má orða það þannig og ef maður sýnir mér akkurat í gagnstæða, skilurðu að þá er ekki eitthvað svona díalóg okkur á milli að nú verður þú bara að taka á og svona, nei, það er ekkert svolítið, það er bara svona hægt á bítandi íttilegar og leikmenn fatta þetta alveg, þeir skilja þetta ég held fram í alvegnu að leikmenn vita alveg þeir eru ekki í liðin hver ástæðan verður ekki í liðin ég veit að þegar þú varst að spila og ég var að spila að það voru fóreldur okkar og vinnir og vandamenn og afar og ömmur, þeir spyrja alltaf begge ég skil ekki okkur til liðinu, þú ert alveg frábær og þú kannski tekur undir það en einstinni þá veist alveg okkur til liðinu þú veist alveg ef við gefum okkur það að þjálfarinn er að vinna leiki, þá er hann alltaf að vinna þá velur hann alltaf þess besta lið, það ekki þannig að ekki nefnum hann að hati þig begge, þú ert vingjaldur maður þannig að ég veist að hann að gera það en skilur ykkur að fara ef við gefum okkur það að þjálfari velur sitt besta lið og bestu leikmanna til að vinna leiki og 1 eða 2 leikmenn er ekki í liðinu ég get lofa því þið vita ástæðan einstinni en oftar en ekki þá láta þið svona utan að koma umræði að hafa og mikil áhrif á sig í staðan fyrir að taka hans til hjá sjálfum sér og mæta einbettara til leiks og æfinga. Axla sjálfur ábyrgð og þá gera það sem þeir geta gert til þess að vinna sér aftur í liði. Já, ég var þarna líka sko, sem aðturum, þessi leikmann, svo mann ég bara þegar maður hugsa, Arna, þú veist alveg okkur þetta í liðinu, þú veist alveg okkur þetta er svona, það er ekki okkur þetta þjálfur á móti þér ef hann telur þig vera betri kostheldur en Jón Jónsson við hliðina á sko. Það virkar ekki þannig, ég held að í hóp íþróttum og þess að það er sérstaklega í fótbolta ég held að þú þurfur ekkert endur að líka við persóna sem þú veist að velja liði eða líka við persóna sem þú spila með eða liðsfélag þinn en leið og dómarinn flautar á og þá er þetta ykkar sameiginlega markmið að vinna fótboltalegi og þá skiptir það auðvitað verið betra um þetta líka viðkomandi en það skiptir ekki höfumáli þannig að þessi tricky aðstæði að velja lið byggt á mismunandi einstaklingum það er eiginlega mest challenging að mér finnst fyrir alla þjálfara til að ná árangri Ég held líka að leiði með að leikmenni finna það sjálfu að fyrst að þú ert að taka einhvern og þú veist, þú voru að gera þetta betur eða þú ert búið að vera svona, skilur ég held að, og þegar þið átta sig á því sjálfur og þá held ég að þá annarkvort segur ég þarf að ríða mig í gang eða bara fuck it og ég fer eða eitthvað svo leiðis en þá held ég að sko að ábyrgðin verði þeirra og þá verður líka sigurinn þeirra og það verður meiri svona kannski innri hvati við að gera eitthvað að fyrst að sagt mann að gera eitthvað fattar hvert ég er Já, algjörlega sko. Það er líka það er örugglega 1 eða 2 sem að kannski fattar þetta ekki alveg strax Nei. Og það er, þú átt alltaf díalógu við leikmenn, skilur, að reyna að láta að skilja hvað er í gangi, hversu stórt það er að vera hluti af sigurliði og taka þátt í ákveðinni vegferð. En þú sér það samt fljótt
hvort að leikmenn skilja skilabóðan eða ekki og þarna, leikmenn ekki heimski ef þeim hefur langað frá 5 ára aldri og allt í hennu ég nota orðið bara gefast upp í haustum að þá það oft sem skilur milli þess að leikmenn sem ná actually árangur, sem eru jafn góður í fótbolta annar hefur bara aðeins meira hungur hvoraldur að nær lengra í fótbolta þannig að hungri þetta vildi ekki óska að þetta orð grit Já, langtíma þrautseigja kannski langtíma þrautseigja ef að Kári hjá Díko gæti svona isolata það gen og einhvern veginn fjölda framnötta en þetta gen einhvern veginn það var alltaf hægt að finna það sko, þessi þrautseigja og það akkurat það sem skilur á milli afverks íþróttamanna og þeirra sem ég hefði átt að gera betur skilur, það oft þetta sem og fyrir þjálfara þegar þú finnur svoleiðis demata, skilur, þá ertu bara þá einhvern veginn gerur allt fyrir þann leikmann til að hann realize þeirra potential. Algjörlega. Og þannig að þetta alveg það má segja að það vantar kannski aðeins meira svona sálfræði í þjálfun almennt í heiminum, að þetta mjög trikki að finna út hvað lætu viðkomandi leikmann tikka. Hvað það sem að dræfa hann áfram í að ná árangri og hvað og þá var aftur konum bara spurningu hverjir eru leiðtogar í hóp sko. Ég kynntist þetta mikið þegar ég var atvinnum að þegar ég var alls upp þá voru leiðtogar þeir sem voru öskra mest. Þeir voru áberendin í búningsklefa og voru kallandi skilur og það var oftast bara kannski 1 eða 2 eða 3 í liði skilur. En eftir sem varst eldri að þá kom hugtaki þessi þögli leiðtogi oft upp í hausnum. Ég var kannski þannig, það var hvað annan að vera leiðtogi þegar all liði lítur á þig í loka mínúti í leik þar sem kemur vítaspyrna. Það að líta þá mann sem öskra inn í klefa mest eða lítur á besta gaurinn í liðinu sem að þið treysta til að taka víti, skilur ekki að fara. Og akkurat þið sá gaurinn ekki að vera að tala í leiðtogi líka alveg eins og gaurinn sem öskratinn í klefa. Hann kannski bara öðruðs leiðtogi, hann leiðir með fordæmin á vellum. En þá ertu komið þennan þögla leiðtoga og svo reynur að finna fleiri svoleiðskóra og allt hérna komið í staðin fyrir 1, 2, 3 aðla sem voru bara öskrandi, þá ertu komið kannski með 5 eða 6 eða jafnvel 7, 8 svona leiðtoga innan liðs og þá ekki liðið sterkari ef að mismunandi aðalega vita það að þeir fá það tröst frá þjálfara að þeir séu actually leiðtogar í staðin fyrir gaurin sem stendur upp að klefa og heldur ræður og öskar fyrir leiki. Þannig að ég var alltaf obsessed af svoleiðis típum inn á velli og það var akkurat á þeim tíma sem að tíðarandi var ekki að þannig ákvæmt eins og mér og Bjarka að við vorum frekar svona þessi þöglu leiðtogar frekar en þessi vókaleiðtogi og báðir leiðtogar eru mjög mikilvæg, þetta er ekki miskilvægt, ég er ekki drullið yfir leiðtogan sem hávar og lætur í sig heyra en þessi þöglatýpa, þessi feimnatýpa, hann líka jafn mikilvægur og hávaratýpan. Algjörlega og því mér leiðtogar í liðinu mismunandi leiðtogar, því betra og því, þú veist, myndir halda það, því fleiri sem stíga upp og vilja vera leiðtogar og gera það, því meiri árangur held ég næst. Sem þetta snýst Já. Sem þetta snýst sko. Alveg klárlega, sko. Algjörlega. Heyrðu, ég var að halda áfram. Ég veit ekki hvort þú sért eitthvað mikið í bókum, en hvaða bóku haft mest áhrif og hvað lærið af henni? Það ég les rosa lítið, en ég les mikið af greinum og þess að þar. Ef ég lesa þá var það sjálfsæðisögur. Já. Og Alex Ferguson bókin hafði mikil áhrif á mig. Já, leadership. Já. Það var einmitt svona bók sem að því sagan hans ótrúlega sko. Bara og hún ennþá ótrúlega, ég mæli með að fólk horfa myndin hann sem var að koma út núna, held hún sé á sem var gefin út held ég á síðast ári, allra þess að hann vektist alvarlega. Þá kom svona myndum fyrir hans, en bókin hafði mjög mikil áhrif á mig, hvernig hann einhvern veginn endurspeglaði allt sem þarf til að ná árangri og hvernig leiðtogi hann var og hann var líka það sem kannski besta við hann yfir langt tímabil, hann var mjög duglegur að svona endurmennta sig í að vera leiðtogi. Hann veist
hann kannski allt öðru sér dag en hann var fyrir 40 ára síðan, skilur ekki að fara og það oft mistökin sem hann kannski eða þjálfar að gera sem eru búin að vera lengi í bransanum að því leikurinn þróast ört og mannskepna með að einhvern veginn ná ekki að fylgja eftir þróunni og hann var alltaf duglegur við að kannski viðurkenna fyrir sjálfum sér að kannski leiðin sem var fyrir 20 ára síðan ekki ennþá endilega virki í dag og þá actually fann hann upp leiði til þess að við segja það bara ómeðvitað eða meðvitað endurmennta sjálfa sig til að ná árangri áfram í dag og yfir langt tímabil í fótboltanum og það held ég að vera hans stærsti styrkur og það eitthvað sem að ég lít mikið upp til. Það var stöðugt að þú veist að út af því að þú talar að tíminn breytist, það bara marga tíminn, sko lífið fer á öðruflegi ferð og tíðarandi breytist og við breytumst og aðferðin sem notum breytumst, að vera meðvitaður að alltaf að vera að uppfæra sig, af því að þú veist, maður heldur alltaf að maður komist á einhvern stað sem maður er með þetta á hreinu, en það samt, það meikar ekki sens, þannig að stuðt að vera, Já, ég meina, hann var til dæmis mjög duglegur að finna góða aðstoð með sér, skilur, og hann var mjög duglegur við að tryggra hópin sig. Ég veit ekki hvað þú manst oft eftir þegar liðið hans vann titla og það er til dæmis eitthvað sem ég er að læra af núna þegar liðið vinnur titil. Það þarf að stuða hópin. Það þarf að stuða hópin með að fjárfesta í 9 leikmenn. Bara svona, það er ekki að kaupa 5 leikmenn, sko, en 1, 2, bara svona, þú ert að viðhalda árangri. Það er erfiðast í heimir að viðhalda árangri, því að mannskepnan er þannig að leiðbúin árangri, þá ferði svona slökunarmót og bara í íþróttum, bara að slaka á þessi 5%, gera það verkum að þú átt ekki séns á að viðhalda árangri. Hann átti að sína árangurum auðmýkt og þetta sem að hann gerði, hann keypti alltaf 1 eða 2 leikmenn. Bara svona, hvernig bregst hópurinn við? Að þá, ef þetta var alveg íþróttamenn sem að þeir voru, þá stigur upp og það er enginn að fara að taka þeirra staðskilur. Saman hvað snillíku var að koma inn, þetta var ekki jólasina sem hann keypti. Þannig náði hann að viðhalda alltaf þessum árangri, bara með því bara einfaldan hátt. Það er eins og vonandi þessi við Víkingar að gera núna. Við erum búin að taka núna 1, 2, vonandi 3 leikmenn. Þetta þurftum við að gera því að Sölvi á þeir, en við þurftum ekki að taka Arnór Borg, við erum alveg með fína framherja. Skilur ykkur að fara, þannig að þú þarft alltaf að stuða leikmenn. Halda gemni. Já, og því að erfiðar að halda sér úr tóknum en það að komast ánga basically. Það er miklu erfiðar, sko. Ég þekki það alveg bara í Skaganum og þessa titla sem eru unni erlendis að mæta næsta ár. Automatic ertu komin í frí í haustum og svo ferði í fríið, vinnandi titil, mæti baka og þú heldur að hafa verið eitthvað hvað maður segja, God given right til að vinna aftur næsta titil, að því þú vannst það nári áður, sko. En þú gleymir alltaf að meðan að þú ert í fríinu, þá eru hinliðin að plotta, sko. Það er alveg bara svona relentless að plotta, hvernig bara tökum við dæmi með Íslandinu, við ætlum út með klúbur svo Breiðablik, með risastóra klúb, Breiðablik, út með KR, Val, FH, einhver liti Stjörnuna, skilur, og Káa. Hvað heldur þessi sé að gera núna? Þeir er ekki viðtal við því til þeim. Þeir eru að plotta núna bara svona hvernig, og það er frábært. Þannig hefur til eitthvað sem heitir þróun. Það er geggjað, sko. Og líka það sem er erfiðar, að þið eru Íslandsmeistaraliðið, skilur, þannig að það verður erfiðara fyrir, fólk, þeir eru liðið sem liðið ætla að vinna. Þannig að við trýmum þetta motivation sem þeir fá. Allt þessu motivation sem að þið þurfa að viðhalda, skilur mig. Maður fann það bara í síðasta leik á móti Vestra, sko. Það var með voru harðir, skilur, með voru ekki það voru skilabóð, við erum Íslandsmeistararnir, við erum strákandi þegar það er að vinna og við erum að fara að taka á þeim. Það er bara frábært, við getum alveg tekið á móti líka, sko. Þetta er eitthvað sem við hefum lært í sumar og þurfum eiginlega að vera undirbúnir að gerist í meira mæli á næsta ári. Það er að segja að menn ætla að mæta okkur og vera svolítið röff og töff og sem er geggjað, ég fíla það mjög vel, sko. Og þannig að við erum tilbúin að taka móti. Það er basically einhver að fara að hrifsa titilin frá okkur og ef að titilin er til kær og einhver er að taka eitthvað frá þér, það ertu svolítið að fara að verja það með kjaft á klóm, eða ekki? Og þannig að við er allan að so far so good. Við erum allan búin að sína það að við erum
hefur náð að höndla svolítið stóru leikina mjög vel en hvort við náum að höndla það að við alltaf koma sér sigurhæðinni, það var bara eftir að koma í ljós. Það kemur ekki ljós fyrir næsta ári, sko. En í fótbolt það þannig að þú getur ekki alltaf ætlast til að við vinnum titilina ár eftir ár eftir ár, en að verja titil með sæmd er mitt höfuð mál fyrir næsta tímabil. Getur vel verið okkur mistekst, en skilur að verja með sæmd versus það að verja titilin með að skýta úr bak, sko, það er tvennt ólíkt. Það er tvennt ólíkt, sko. Algjörlega. En hvað helstu einu sinni væri satt sem úr öðru máli í dag? Er eitthvað sem þú þurfti að aflæra? Já, það er bara til dæmis meðal annars að bara þessi lærdómar held ég að eitthvað sem ég get bara tekið þessi dæmi bara svo núna held ég að við sem við kannski búin að finna upp eitthvað sem er að virka í fótboltanum en reynsla mín bara með þessa spurningu að ég veit á morgun og það er ekki alveg rétt að því að það er stanslaust þróun í gangi í fótboltanum og bara lífin almennt, sko, þannig að ég held að sé eitthvað bara til að svara þessu stutt að ekki vera fastur á að þú vitir allt, skilur, ekki vera fastur á að einn daginn bara sem er gólfsveiflunum, sko, spilar golf. Kemur fyrir en ekki oft. Veistu, af hverju spilar ókýrslega vel einn daginn og þá heldur að það fer á golfvellinum og heldur að bara komið með þetta, skilur. Og svo næsta dag ferðu og getur ekki raskat, sko. Og það er held ég sama í fótboltanum og í lífinu, leið og heldur og hafur öll svörin, skilur, og veist öll svörin, að þá ertu einhvern veginn, þá ertu á hættulegum staði í fótboltanum, sko. Já. Ég held að það er kannski eitthvað svoleiðis að maður er búin að læra það eins og gamli kallinn sagði í bókinni að complacency is a disease. Alex Ferguson, complacency, það er svona er ekki svona kæruleysi, ekki bara leið og heldur og sett komið með þetta að þá mun að býti raskat á þig þegar á næsta dögum. Þannig að ég held að það sé eitthvað svona, já, ég held með svara þessu spurningu þannig. Já, maður tengi við upp á þessa pælingu, sko, að þú veist, andlegu styrku sér, sko, og fer ekki á langt niður þú tapar og ekki á hátt þú vinnur, sko. Já. Þegar maður vinnur, þá heldur maður sé bara... Það er hættulegra. Já, í rauninni. Það er hættulegra þegar maður vinnur. Já. Það er einhvern veginn... Að maður heldur að maður sé bara... Já, ég var mjög hrifinn þessa setningu hjá honum. Þetta var svona, þá ferði svo bara, tala að sigra. Þá ferði svona smá kærleysismót. Já, já. Og þá var einmitt, sko, hvernig við heldur þessum árangri. Og það er líka eftir að tekið þáttinn að vinna 2 titla núna og vonandi aftur 16. október að þá ber maður svo mikla virðingu fyrir þessum topp íþróttamönnum og topp liðum að náða viðhalda þessum árangri, náða viðhalda þessum hungri ár eftir ár Messi og Ronaldo. Við erum alltaf dásama leikmenn sem eiga kannski svona 1-2 gott tímabil en þeir eru búin að eiga þetta svona 15 ára tímabil og núna ertu með liðið svo og City og Liverpool þeir vinni ekki hvern einasta leik, sko, þeir mæta alltaf það bara eitt á okkur takka og svo er bara rock and roll, sko, í 90 mínútur þeir halda nánast alveg bara unreal framistöðuleveli í hverjum einasta leik út tímabili kannski 50, 60, 70 leikir þetta dippar kannski 1 og 1 leik, skilur en þetta level er alveg ótrúlegt og ég vona að leikmennið mínir beri núna enda meiri virðingu fyrir einmitt að þeir nú að vita hvað þarf til að ekki bara vinna sem er mjög erfitt heldur vonandi á næsta ári sem ennþá erfiðara sem er að viðhalda þessum árangri. Þar heldur sem líka tappinn á langtíma þrautsöguna bara yfir lið eða yfir einstakling að geta performað í hennar lengri tíma, sko. Já. Og það er eitthvað sem ég þarf að læra mjög hratt á næsta ári hvernig þarf ég að tryggjara leikmennina í að halda þessum árangur áfram hvað þarf ég að gera og ég er alveg mjög meðvitaður um það hvað ég þarf núna að undirbúa mig til að vera vel undirbúin þegar við mætum aftur leiks, byrjum aftur að æfa þetta er svona, ég er að stanslur að hugsa um þetta einasta degi núna og þá leita maður einmitt í eins og þessar bækur greinar eftir ég les mjög mikið greinar, frábæra greinar í
í þessum helstu tímar, eða þessum helstu blöðum erlendis, Guardian, Times, Athletic, og það er alltaf eitthvað svona alvöru viðtöl við þjálfara og leikmenn. Ef það er eitthvað sem að kvarta í íslensku blöðum, það er oft svolítið svona fyrirsagnarlegt, skilur. Já. Og svo klikkar maður á fyrir svona, þá er svona tvær setningar og það er ekkert kafa mikið dýpra inn í hvað þjálfarna var actually að segja, sko, eftir leikinn. Og maður tegur kannski viðtöl kannski 5 mínútur og það er kannski klift út einhver 10 sekúndar brot, skilur. Þannig að þú nær aldrei að tengja einhvern veginn við þessi þjálfarar voru actually að tala en þú gerir þú svo sannarlega í þessum erlendu, þannig ég hvet alla þjálfara til að lesa mikið hvað þjálfarar er actually að segja eftir leiki. Það er alveg mjög merkilegt og oftar en ekki að það læra mikið af þessu, hvað þessi bestu þjálfarar er að gera. Algjörlega. Það er það ákveðin, hvernig er eins og viðtöl, þetta er ákveðin, er það mikið pæli með, þú veist, hvað þú segir, náttúrulega hvernig talar andstæðingin, hvað þú segir, hvað skilaboð að senda til dæmis leikmönnum, þú veist, er þetta ekki einhvers konar sambland af þessu? Jú, þetta er fyrst og fremst að reyna að vera þú sjálfur. Ég held að allir sjá það ef að þú ert að feika eitthvað, sko. Gefa eitthvað að þér, bara mismikið, en skilaboðin eru mikilvægast. Þetta eru skilaboðin til leikmanna, það er að fyrsta sem ég hugsa strax eftir leika, það er fyrsta sem þeir gera, það er að fara í síma sín, sko, og kíkja. Það er bara talandi aftur tíðarenda sem við búum við í dag og þetta er eitthvað sem þarf bara, þetta er ekkert endilega sem út hrifin af, en í staðin fyrir að vera að kvarta og væla yfir því, þá reyna að nota það sem vopn, skilur. Þú ert með að tækja tól til að koma að kunni skilabóðum framfæri, reyndu það bara að gera almennilega, sko. Að þú veist að leikmann er að hlusta á, þú veist að leikmann er að kannski líðan þeirra næstu daga svolítið veltur á því hvernig skilabóðum þjálfarinn er að gefa út í kosmóðu, sko. Og það að einhver leikmenn og lið hafi verið ömurleg og allt í foráttu og þú varst ekki að leggja það fram og þess að það, sko. Það er ekki skilabóð sem ég vil senda út til mína leikmanna, sko. Þannig að þú reynir að finna eitthvað svona eitthvað á jákvæðan hátt og reynir að byggja frekar upp, en að því gefnu enn og aftur, leikmenn er ekki heimski, sko. Ef að þú vinnur leik og átt ekki skila að vinna leik, þá verður það að vita, sko. Þeir vita sjálfur hvort þeir verður að heyra frá mér og þá verður einhvern veginn trúverðari fyrir viki ef að þú, hvað maður segja, sendir eða gefið þeim réttu skilaboðin. Þú getur ekkert búlsýtað í leikmannu, sko. Nei. Og að sama skapi ef að þú tapar leik en finnst þess að þú hafur átt að vinna leikinn, að þá verður líka að senda þau skilaboð í kosmaði. Því að þá verður einhvern veginn ekkert endilega í viðtölum, en líka bara fljótlega eftir leikinn til leikmanna, sko. Því að þá verða leikmenn að vita það að það er ekki allt vitli sem er gerða leiknum og það er kannski bara lítið latið sem það er að laga til þess að eiga sensi að vinna næsta leik, skilur ekki að fara. Þannig að mér finnst það bara mjög mikilvægt að tækja og tól að nota. Eru þá ekki líka einhver tengsl milli þess að vera trú sjálfur sér og einmitt þess að skilabóða, veist, einhver? Jú, klárlega verður að vera... leikmenn sjá alveg, skilur við. Það er sem að tala þú verður að vera mjög konsistent í viðtölum, sko. Já. Þú getur ekki alltaf verið reyfing brjálæðingur í einu viðtali og svo rólaðast maður í hinu viðtalinu og það er aldrei neitt patt henni því sem ert að gera, sko. Og það er einmitt, þú sér það alveg með þessar bestu stjóra með Klopp tala rosalega mikið, sko. En það er bara hann. En það er alltaf ákveðið patt henni sem hann segir, sko. Og Guardiola og Tuchel sem er mjög hrifinn af hjá Chelsea og það er alltaf, hann er mjög hreinskilinn í viðtölum, mjög hreinskilinn, sko. Og ég held að leikmenn einhvern veginn, og færið einhvern veginn leikmenn miklu meir í lið við þegar þú ert bara hreinskilinn. Talar eins og þú sér hlutina í staðinn fyrir að vera að tala í einhverjum frösum og einhverju þvælu, því að þá held ég að leikmenn séu fljótari að call bullshit. Það er alltaf mín, sko, við að mína reynslu. Algjörlega. Hver er helsti vendipunktur sem þú eru upplegað lífindi þessa? Já, þetta er stór spurning. Þetta tala um fótboltanum bara í lífinu eða bara alveg? Bara ráða. Helsti vendipunktur. Það er alltaf sé ekki
bara slæmutímaðir það slæmutímaðir eru slæmir á meðan út upplega sko, en eftir á eru actually, kannski hljómar aðstæðanlega, en eftir eru kannski bestu tímaðir það þú nær einhvern veginn að læra langmest á þessu tímabili kemst að ýmislu sjálfa þig sem hefur alls ekki að ég held þessi mjög auðvelt að lifa í stanslausu successi sko ef þú ert alltaf að njóta velgengna þá voðalega auðvelt að vakna á morgnana og fá sér espressoen og dagun bara stanslaust gleði sko en ef þú upplefa eitthvað sem allir hafa upplifað ef allir hafa upplifað eitthvað smá sársauka í lífinu á mismunandi hátt þá lærir þú svo mikið sjálfur og það örugglega ýmsir vendipunktar í mínu lifi sem að illa hefur gengið en þá einhvern veginn eftir smá tímabili í sjálfsvorkun sem allir gangi gegnum að þá einhvern veginn kemur ákveðin kraftur inn og sérstaklega eftir að hafa yfirstífi erfiðleika að þá einhvern veginn verður svo ánægðari með sjálfa þig að þá endar að með að verða annarkot besti og þessi vendipunktur í þínu lífi og það eru margir svoleiðis punktar í mínu lífi sko margir veist það og missa hári veit að þeim skilur þetta skilnaðir meiðsli ég ætlum ekki að fara alveg til það að tapa leikjum en það eru fullt af leikjum sem þú tapað sem þú verðst bara svona fokk en það alveg þessi þú tala skilnaði í þínu lífi þú tala meiðsli í mínu lífi allana sérstaklega meiðsli ég var rosalega upptekinn af hvað ég náði ekki að áorka sem leikmaður ég var maður mikið meiddur og þú ferði gegnum svona tilfinningar úrsýpanum hvað það var það sko og þá var þeim eitt aftur komin ég sem byrjaði með fótboltinn ekki að býða eftir neinu sko þá var maður mikið að vorkenna sjálfum sér og alls konar og kenna hinum og þessum í staðin fyrir að leita þess meira inn á við sko og sem ég svo gerði þannig að það fullt af vendipunktum. Já, þannig að það minnstriðana í erfiðleikum og sársaukaða þjáningu að þegar maður öðlast lærdóminn úr þeim að þá verður það bara upplifun sem þess virði og bara getur notað sem ákveðinu voppar í framhaldinu Algjörlega. Og getur breytt bara hvernig þú sérð og hvernig þú hagar í heiminum. Algjörlega. Algjörlega, ég held að sé algjörlega samlega. Og þú gerir heldur ekki alltaf veit sko, það oft fullt af fólki í kringu sem hjálpa þér og allt það. En þá líka lærir hverjir standa með þig sko, í blíðu og stríðu. Já, í blíðu og stríðu, já. Bæði það gengur vel og illa sko. Þú veist oft gleymað sko þar auðvelt kannski að hjálpa einhverjum að gengur illa sko, þú veist, einhverjum byggðum hjálp. En að samglegast að einhverjum gengur vel, mér finnst það annar punktur sko. Já, það alveg, þess að bara núna ef við erum neina titil, það ótrúlega mikið af svona velvilja sem ég fundi út í þjóðfélaginu. Ég að fá skilabóð frá bara öllum meila sko. sem ótrúlega dýrmætt sko. Og það eiginlega svona hvað maður stoltastur á þessari vegferð víkinga að þetta orðið svolítið svona lið sem held ég er ekkert að segja allir halda með okkur en ég held að margir vilja okkur gangi vel. Já. Ég held að kannski út á líka bara hvernig við spilum leikinn og hvernig við nálgumst leikina kannski út af Kára og Sölva og þeirra að vilja allir að þeirra endi sinn fyrir vel kannski út af hvernig ég tala í fjölmiðla þetta er fullt af svona atriðum kannski skiptir ekki máli hvort það er eitt eða annað atrið sko en það minnir mig svolítið á Skagan í gamla það var svolítið svona lið fólksins það gerir mig mjög stoltan Algjörlega, ég held að það sé margir sem voru einmitt þar sko, það er eitthvað við eins og nefndir öll þessi dæmi, eitthvað við víkingar sem heillaði fólk sko og líka svona ást á tímabilinu þá þið vissur að þið gáttu verið Íslandsmeistarar en þið voru svona undir þið voru ekki beint í Suðurskjálfinu og þegar underdogs hver elskum underdogs hver elskar ekki góð underdogs og sögu sko þannig að þegar þið mér varst líka bara klálega eins og ég sagði þið sendiði post sko með einhvern verðti viðtölum sko maður tengi mjög mikið við það og að þegar þið gerðið var ekki það unnuð val og þegar þú sagði bara af hverju ekki að gera titilinn skilur mig ég held að mjög margir þjálfarar hugsa bara að við tökum bara næsta leik og
Já, maður var kannski full djarfur í yfirlýsingum á síðast ári. Hefði maður viljað breyta? Nei, ekkert svo sem, sko. Það var ekkert... Mér fannst við alveg ekki tapa leikjum í fyrra því við vorum eitthvað hrættir út af þessum kommentum, sko. Nei. Mér fannst einhvern veginn alls ekki, sko. Svo mögulega kannski aðeins of snemma í ferlinu að tala einhverja titla, sko. Já. Alls konar svona hluti sem hugsar eftir á, sem tekur bara með í reynslubakkan. Ég meina ef að mögulega kannski var maður of gráður, en mögulega kannski það líka bara í, það eitt sem þú getur ekki breytt í líðan, það þitt DNA, sko. Það alveg saman hversu reyna og þú heldur ekki að afsaka fyrir það, sko. Nei. Og þetta var einhvern veginn, ég meinti þetta ekki sem hroki fyrra, þetta var bara einhvern veginn í minu DNA að mæti einhvern einasta leik til að vinna og ef þú vinnir einhvern einasta leik það ertu Íslandsmeistari, sko, þetta ekkert flókið og þá spurur, en allar ekki Íslandsmeistari? Jú, það er Íslandsmeistari og getur ekki sagt allar mæti einhvern einasta leik að vinna og svo þarf ekki með stóra spurning allar ekki Íslandsmeistari, nei, ég ætla að sleppa því ég ætla samt að reyna að vinna allar leiki, sko, þetta virkar ekki alveg þannig þannig að þetta DNA hjá mér, þetta keppniskap og þess að þetta var alls ekki meint sem einhver hroki, sko. Nei, en ég veit alveg og ég skilða mjög vel að það hlakka alveg í mörgum, sko. Og ég skildi það mjög vel og það var bara gott á mig og það var bara, ég fílaði það mjög vel, sko. Og það eru mögulega eitthvað líka núna næsta ári, sko. Eitthvað sem ég kannski segi í þessu viðtali eða eitthvað sem að fólk svo reynir að finna út og það er bara frábært, sko. Og bara dæmi einhverju víkingar fóru í Hamraborgin og í Kópavoginn og málu held ég víkingar eitthvað eftir að vinna titilinn. Ég get lofað því að þegar ekki ef Breiðablik vinna titilinn hvað sem á næsta ári eða þannig að það veri einhver blikar sem mæti í Fossvogur og mála eitthvað þar, skilur. Já. Og þannig á að vera. Þetta er bara eitthvað sem það á ekki að taka persónulega. Þetta er bara svona keppniskap og ákveð mont og stoltur af þínu klúbbi en verður samt tilbúin að það mun býta í raskatið einhvern tíman á lífsleiðinni, sko. Alveg klárlega, sko. En mér finnst það góð setning með að, þú veist, bara, þetta er DNA og maður á ekki að afsaka sig fyrir það. Maður líka bara DNA frá fóreldrunum sínum og maður bara afsprengi þeirra og stundum með maður með ákveðna eiginleika sem... Ég nota oft sem afsöngum þeirra konunnar kvartir við tækja nóg mikið til, sko, heima. Þetta er bara DNA. En það, skilur ekki, þetta er samt þú áttu auðvitað að reyna, þú getur ekki afsakað alltaf með þig ef alltaf stelandi, þú getur ekki sagt að þetta er DNA alltaf, skilur, þú verður einhvern veginn að bæta þessi persóna, en skilur ekki að fara, það er ákveðin element sem að þú getur bara ekki breytt og í mínum tilvíki er að keppniskap og vera tapsár og allt þess að það, sko, en þú reynir einhvern veginn að bæta í þeim efnu, sko, mér langar þetta tapleiki að grenja, sko, og fara í viðtöl og kenna dómarunum eða skilur eitthvað, mér langar að gera en ég gera ekki, það gerir mér ekkert gott, sko. Nei. Þannig að þú reynir að vinna með þína veikleika í þínu DNA en að samanskapið þú getur ekki hent þeim til hliðar, sko. Algjörlega, ég held að segja, ef maður er meðvitaður þá og kannski samþykja þá getur maður annarkvæmst dreigið út eða nota það sem ákveði vort, sko. Já, ég meina, stundum þarf maður bara að heyra svona til að vera tilbúin í viðtali, sérstaklega tapleikja, því að oftar en ekki þú veist alveg hvernig mantran er í viðtölum, sko, það er ef þú tapar hátu ömulegur og vinnur hátu frábær, sko, og stundum þegar maður tapar leikjum sem betur vera ekki oft í sumar þá einhvern veginn heyrði maður alltaf þjálfara andstæðingarna bara að þeir unnu leikinn að þeirra mati voru miklu betri aðalinn og þeir langa svo að útskýra fyrir að svo er ekki, skilju, við vorum miklu betri, sem mannst þetta færinu sem að Sölvi feikandi í seinali, skilju, einn út í marki, eitthvað svona kjaftaði, en þú getur ekki sagt það í beint í viðtali, en ég held samt að einn almenni fótboltamaður, það er mín mantra og stjórnarmaður í liði, þeir þekkja fótboltaleiki miklu betur en það, þeir sjá í gegnum þeir út að ströggla, en þú ert að reyna að spila góðan fótbolta og ert kannski í mörgum tilfellum betri aðilinn í leiknum, þá þarftu ekkert að segja við þá, þeir sjá það bara sjálfurs, skilur hvað er að fara. Já. Og þú þarftu ekkert að útskýra allt okkur úr tapaði leikjum og þess að þar nema kannski að kemur einhver einstaka atriku fyrir, en ég basically hann segja það en almenni fótbolta, hann þekkir leikið sem miklu betur en það og þarftu ekki vera að patronæsa
hann almennt í viðtölum sko. Og algjörlega og líka punkturinn með að þú veist með frammistöðuna sko, þú sérð ef þú getur staðið þig illa en unnið, þú getur staðið þig mjög vel en tapað, en þú sérð alltaf bara frammistöðuna. Já. Það þarf að læra svo mikið á henni sko. Já, algjörlega, og leikurinn líka það dýnamískur. Já. Að ólíkt handbolta og körfubolta sem eru mörg mörki og mörg stigi, þannig að þá óhjákvæmilega vinnur eiginlega alltaf betra lið, þannig séð sko. En í fótbolta þá þegar eitt mark skilur að milli feiks og ófeiks sko, að þá ekkert endilega alltaf besta lið sem vinnur. Tökum bara núna sitjum við núna á mánudegi og bara helgina, það voru Giants í fótbolta sem voru tapa. Við vorum að tala Bayern München tapa í Þýskalandi fyrir Frankfurt, Real Madrid tapa á Spáni, Ajax tapa í Hollandi. Og fleiri stórlið sem töpu helgina, allt sömu helgi sko. Þetta gerist ekkert í annar íþrótt. Nei. Það er það beauty það er að falla við þetta sko. Það er að beauty við leikin okkar og þess vegna er þetta vinsælsti leikur í heiminum, að þetta óvænta kemur aftur og aftur fyrir í leiknum. Og bara, við höfum spurt til vestra helgina, við höfum alveg getað tapað þeim leik sko. Það var bara þannig, þetta var þú sérði ekkert svona í handbolta, í körfubolta með fullri virðingu þeim að liðu úr deildinni fyrir neðan eigi breyki í Íslandsmeistara viðkomandi íþróttagreinar. Nei. Þannig að það er að falla við þetta. Algjörlega. Hver er uppáhalds tilvitnunum þín og af hverju? Ég var að segja hann þetta er complacency is a disease. Já. Það er bara algjörlega minn uppáhalds og það er svo mikið rétt í henni. Bara leið og gefur eftir í lífinu og í fótbolta. Það ertu bara búin að vera sko. Og hann sagði þetta, ég man alltaf eftir þegar hann skrifaði þetta í bókinni sinni og ég sýni þessa tilfellinu reglulega til leikmanna minna. Bara sendið mér þetta á Facebook með Facebook-grúpu, bara svona rétt í lokin bara. Geggju tilfellinu. Hvað er þetta þýðan almennilega íslensku? Complacency is a disease. Complacency er ekki alveg svona, það er ekki alveg beint svona kæruleysi, en svona í það áttina. Já. Við erum að þýðum þetta. Já. Finnum góða þýðingu á þetta. En þetta er svona þetta sem að þú haldur sérst með allt á hreinu í rauninni og eru kærulegs. Já, þetta er á langt. Já, ég veit það. Íslenska stundum, eins fallega hún er, það er svolítið, það er kannski því sem að ég sletti oft mikið og mikið skammaði fyrir. Ég fæ stundum e-mail frá fólki sem að skammaði mig, sem bara flott sko. Já, við erum complacency. Getur við ekki googlað þetta? Þýðum þetta. Complacency is a disease. Höldum samkeppni. Þess að gefum bestu þýðinguna. Já. Það fara eitthvað í velun. Hvaða nýja trú venjaði hegðun hefur bætt lífið hvað mest undanfarin ár? Það hefur verið það hefur verið auðmýkt. Að sína auðmýkt. Það er bara gagnvart öllu eiginlega. Sérstaklega gagnvart velgengni. Það er bara svona, það er með nýja mantra sko. Auðmýkt að þið leitið þá það einhvern veginn færðu meira fókus í sérstaklega viðhalda árangri og já, auðmýkt sé orðið sem að ég leitast eftir. Það er einhvern veginn maður orðið faðir á gamals aldri sko og það er líka, það veitir maður ákveðna auðmýkt, allt fyrir þessi kannski faðir núna held maður var þegar maður var ungur bjánið sko auðmýkt, það er gott orð. Fíla það orð. Sem tengið svolítið bara compliance. Það er bara einhvern veginn, það má alveg tengja því við það sko. Það er svona, það er einhvern veginn bara, það heldur mann á tannu líka, svona gagnvart velgina. Ég tengi mest við núna þessa dagana náttúrulega við að vinna titil og svona sem er mjög erfitt. Það er mjög erfitt að vinna titil. Mjög erfitt. Það er rosalega mikið vinna sem fyrir það sko. Að það verður svolítið, þá getur annarkvæmt tekið hrokan á þetta og verið montinn og svoleið sko, sem máttar að vera montinn. En þessu auðmýkt þá gagnvart
hvernig átt að verja titil og ég fann það alveg fyrstu 2-3 dagana eftir að vinna titilin, maður var svolítið farin að gefa eftir í hausnum sko. Og það ekkert vestrir helgina, var ekkert mál að vinna þá og þannig þurfti svolítið að núlstilla aftur sko. Og þá einmitt þessi orð complacency og is a disease, ég elska þessa tilvitni og auðmýkt, það svolítið svona það fer alveg svolítið hönd í hönd saman sko. Þegar maður líka kunna að vinna. Já, það er alveg þetta er andar leiksum mútið vestra, það er alveg viss kunst líka sko. Þú átt eiginlega að höndla þannig að þetta á að gera þig stærri. Þú átt að vera með kassan úti en jafnframt ekki gleyma því hvað gerir þig að meisturum sko. Það var allir vinnan og þú mútt bara ekki henda því fyrir glæ sko. Þú mútt ekki allt í einu gleyma því að mæta í vinnuna og leggja 100% fram ef eitthvað að þarf til að mögulega að bæta aðeins í sko. Og þá aftur komin í þetta mannlega, það er erfitt sko. Já. Að því hausinn vill ekki bæti í, þú ert búin að leggja þetta á þig, okkur að bæta í, hvað vill sér í þér, skilur við. Þetta er alveg... Ég er búin að veiða í matinn. Já, núna hef ég skilið verðlum sko. Núna vill ég fara á ströndina og þannig að þetta er alveg magnað. Þetta er alveg magnað svona hvað hausinn fer með þau ákveðna staði sko. Og margar raddir í hausnum og suma þarf það að hlusta á en aðra þarf það að íta til leiða sko. En þú verður samt líka að fagna sko. Þú mátt ekki alveg tapa þér í möndrunum og tilvinnum og allir því kjaftaði sko. Þú voru líka svona voru að leiða að fagna. Já. En vera fljótur að koma aftur á jörðina. If you want something to grow, pour champagne on it, eins og maður segir. Já. En líka með Pablo, sko, ég hitti Pablo í lönnstæðin fyrir leikinn líka og vorum að ræða, sko, tengdum þessu Tom Brady, hann sagði þetta viðtal líka, Pablo, bara hver var þessu uppáhalds Íslandsfundatitil og hann sagði næsti. Já. Það var svo Tom Brady, þú veist, hver ringurinn hérna. Já, það er algjörlega, sko, það er akkurat sem ég segi, maður les greinar og viðtöl eftir þessa meistara, sko. Og ég til dæmis bara, ég er ekkert leyndamál, ég safna svona, ef ég sé eitthvað í viðtölum og þá koppi ég það og peista inn á svona sérstaklega bara Dropbox folder sem ég er með, sem er bara svona, ég man ekki hvað heiti ég, manages quotes eitthvað slið, sko. Og það er ekkert endilega eitthvað svona fancy tilvitna, það er stundu bara heilu viðtölun er stundu það líka, sko. Svo fer ég reglulega yfir þetta og þetta kveikir í mér og geti notað þetta og geti notað hitt og veist, þú ert ekki að feimina að nota eitthvað sem að meistarar gangi í gegnum sko. Ekkert endilega bara þjálfari, menn að það er fullt af fólk í lífinu fullt af dokumentari sem eru átir sem að fólk á sem ég horfi mikið á, að því ég sagði að ég les ekki mikið sko. Því miður ég er að reyna að gera það, en ég gera það ekki. Já. Ég les ekki bækur til dæmis mikið sko. En ég horfi mikið á documentaries og leiðtoga, stjórnmálaleiðtoga og bara fólk sem hefur náð árangri. Hvað er það sem að skilu það frá hinum fólkinu? Hvað er, veist, þetta er spurning sem að spyr mér mikið að sko. Klálega, til margar leiðir þess að læra og svona. Og ég er líka mjög upptökin að þessu hvað er það sem skilir einstaklinga og líka bara fyrirtæki og lið, þú veist, hvað er það sem skilir bara góðum einstaklingum fyrirtækjum með liðum frá frábærum, sko. Þetta er ekki, þú þarft alla pakkan. Já. Þú þarft líka smá hefni með þið, sko. En ég er ekki tilbúin að kvittu til það að þetta er bara hefni, sko. Nei. Það er eitthvað, þú réttir maður réttu stað, eins og tilviki var ég réttu maður á réttu stað hjá réttu liði í Víkingunum og þannig að allt einhvern veginn fór saman, rétti stjórnendur. Var það heppni eða vann ég fyrir því? Örugglega blanda af bæði, skilur. Og þannig að þú ætti að vera tilbúin að gangi gegnum dyrna þegar það er opnað, sko. Já, algjörlega. Það var líka við leikmenn, þegar kannski, ég er ekki að fá tækifæri núna, sko, en það, sko, ég veit ekki hvað eru margir leikmenn búin að spila í sumar hjá okkur, það eru örugglega yfir 20, ég myndi að það alltaf vera yfir 20, sko.
þannig að 20 leikmenn eiga þá þátt í að við sem Íslandsmeistarar og fyrir suma menn fá mismörg tækifæri en menn fá tækifæri sko. Svo er bara það er alveg ósangjant, ég er alveg tilbúin að kvitna það að það er ósangjant að sumi leikmenn fá kannski 4 leiki til að láta ljósið skína meðan aðrir fá kannski 30 mínútur ég get samt lofa því að á þessi 30 mínútur þarf eitthvað að gerast til að þú fáir 35 mínútur í næsta leik skilur þannig að veist, ég er ekki alveg tilbúin að kvitna það að menn fá ekki tækifæri því að allir leikmenn fá eitthvað og þá verður þú að vera tilbúin þegar að tækifæri kemur sem varamar, hvað það að gera út að sitja á stúdera leikinn að þá tilbúin að gera eitthvað í þeim aðstæðum sem munum koma upp á þegar þú kemur loksins inn á þú ert að sjá til þess að þú ert nægilega fitt til þess að geta að koma inn á mismunandi aðstæður, alls konar svona atriði aftur komin inn á þetta, þá eru fótboltinn býðir ekki eftir neinu sko Nei, það býðir ekki eftir neinu þannig að þessi varamar þannig að kannski frekar átt að eða síðustu 2 vikum í að æfa og vera vel fókust í staðið fyrir að banka alltaf dyrna að þjálfunum og spyrja okkur er ekki að spila og ég var svo rosalega góður æfingunni gæði sko ja, ok því þjálfarar gefa aldrei eina mínútu sko þetta er starfið okkar við erum að vinna leiki við erum ekki að vera að gefa mínútu sko lofa því og líka, þú veist, það er alltaf þið bara velja 11 bestu leikmennina á þeim tímapunkti í þeim leik sem við erum að spila ef maður er ekki að spila, jú, það getur alveg verið einhverjum tilvikum, eitthvað ósangjant og svona en vanalega er maður og maður, sko, eins og segir, maður er einhver foreldrar einhver segja að við innir eitthvað, þú óttur að spila þú út bara standa það svo vel vanalega er maður bara ekki búin að vera að standa sér nógu vel til þess að eiga inni sæti til að spila Já, það er oftast þannig Já, oftast þannig Sumum tilvingum oft í mínum tilviki var þjálfarinn bara bjáni fyrir að ekki valið miðlið Já, já en það er svona oftast þannig að það er ekkert agenda hjá þjálfarinn að vera mótil viðkomandi leikmönnum sko Nei en svo er það líka þannig ef að þjálfari er svo stanslust að gera rangar ákvarðanir að þá verður hann bara rekinn sko Já þannig að það er líka möguleg hefnd þá viðkomandi leikmanns og svo kemur nýrþjálfarinn og hann gefur þér tækifæri þá þú líka verður tilbúin á að nýta það tækifæri þetta er svona stanslust ringar á sko en að meðan að þjálfari nýtu velgengnir og að þá er hann örugglega að taka fleiri réttar ákvarðanir rangar sko og það gefur því líka vist mikið vægi í þessu debate í kakvært leikmann sem er að banka á hurðinni hjá þau sko og sem betur fyrir núna er alls konar tæki og tól líka til að rétta alltaf ákvarðanir út með alls konar GPS-mæla og hitt á þetta og XG og sendingar og tölfræði og hvað er nú allt skilur og þú ert alveg vopnaður af ákveðnum upplýsingu þegar þú talaði við komandi leikmenn sko Jón sem er að spila sömustu og þú hann er miklu oftar að dribbla hann kemur miklu verið fyrirgeðan, hann skorar verið mörg vinnur fleiri nái skilur okkur í óskupan á ég að spila þér í staðin fyrir hann sko ég á góður æfingunni ger skilur þannig að ég held núna að þessum heimsóknum einmitt út af því að leikmenn eru miklu taktískari með þetta heldur en voru í gamla daga sko erum miklu fyrir tækið tól sjálfu til að vega og meta sína framstöðu að þessum heimsóknum hefur örugglega fækkað mjög mikið sko held ég, það er bara mín tilfinning Algjörlega, það er líka bara data komið og svo framvegis Já Heyrðu, þess að spyr ég líka alltaf og tengja þetta bara við lífið af fótboltan ímyndaði þeirra var ekki hægt að dæma þig og geti svo frá einni skoðun sem gæti verið túlkuð sem óvinsal öðrum hver var þessu óvinsal skoðun? Já ætlaði að vera í stjórnmál hvern kaustu ætlaði að vera ekki frekað það eitthvað svona spiritual eitthvað svona andlegt held ég eitthvað svona já, var að tala um eitthvað ég veit ekki alveg hvort ég ætti að fara þar þetta er eitthvað svo það er eitthvað góð spurning sko
Já, ég held að svona eldri, ef maður verið eldri einhvern veginn, þá færði svolítið að spáti þetta spirituáli, þetta andlega og trúabröð annað, sko. Og ég nú ekkit, ég svona verð eða vantrúaðri með aldrinum. Veit ég hvort að það geti verið svarið við þessar spurningu. Að ég man alveg þegar maður var yngri, þá fór maður með bænir og ennasta kvöldi, sko. Og svo þegar þú verður eldri einhvern veginn, lífið ferðið þú verður alltaf fjarlægari, skilur. Þú verður svona vantrúari og það er eitthvað sem ég get bara sagt að maður hættir að verða trúaður. Og það geti mögulega verið túlkað sem mjög óvinsæl skoðun meðal margra. Hættir maður þá að vera trúaðar sem trúabröð eða bara almennt trúaður? Trúabröð frekar. Já, en það munur að vera spiritual og vera með trúabröð. Já, ég held að þessi frekar trúabröð, sko. Ég held að þessi margt í öllum trúabröðum sem er mjög gott, sko. Svona, en fyrir mér er þetta ekki alveg að virka, sko. Nei. Það er svona, já, það geti verið mjög óvinsæl skoðun. Og það bara verið í það. Já. Það er ekkert sem hægt er að gera í því, sko. Nei. Það er ég er komin að karmavagn, ég er komin þar. Ég er komin já, ég komist að þanga. Karma sér sína. Þannig að bara, veist, já, þetta er bara flæðir og allt gerist það einhvern ástæðu. Já, það er alveg fullt af, ég trúi að fullt af jákvæðu og neikvæðri orku á þér, sko. Það getur vel að sumir kalla það bara trúabröð. Já. For the lack of better word, sko. Það er líka bara fínt. En ég tengi ekki alveg við konseptið Guð og allt það, sko. Já, Nei, ekki núna. Það, sko. Nei, ekki einhvern veginn núna. Og það geti verið þessi óvinsæla skoðun. Já, það þetta hefur alveg komið. Nú erum við að taka upp 30 þætti, þetta hefur komið 3-4 sinnum. Okay. Í báðar áttir. Já, meina. Já. Okay. Bæði sittir bara hliðin á okkurum Sera Vigfúsbjarna sem talar hitt og sinni við sittir hliðin á einhverjum öðrum umhersling sem nefnir hitt líka. Þannig að þetta er líka bara... Ég er alveg tilbúin að ég var mjög ánægður ef ég hefði rámt fyrir mig, sko. Þetta er ekki keppni. Ég er einhvern veginn bara að það er einhvern veginn þessi svona að tilbyða fyrir rosalega illa í mig, sko. Já. Ég er einhvern veginn ef ég var í Guð þá var ég ekki að leitast ekki nema að væri rosalega óöruggum í sjálf mig, sko. Þá var ég ekki að leitast eftir að öll trúabröð myndu tilbyða mig, sko. Það er eitthvað svo výrt hugsun. Og það er auðvitað margir sem nota trúna í öðrum tilgangi en að tilbyða hinn á þessa Guði, sko. En já, þessi ógnasterka tilhneiging fólks til að tilbyða eitthvað ég held að það hef ekki verið tilgangurinn með þessu öllu, sko. Nei. En núna eru konir mjög djúp umræður. Já. Mjög djúp. Það er rauðinsla svona, sko. Rauðinsla, já, það var ekki amalegt. Heyrðu, síðasta spurning. Ef þú mættir einungis koma einu skilaboð á framfæri út lífið til annar einslinga, hver er svo skilaboð? Já, þetta er svaka spurningar, flott spurning, maður. Hlusta. Hlusta. Þetta er, já, einu skilaboð er hlusta, læra, en alveg hlusta. Það er alveg ótrúlega sem að hengi sjálfans á því og maður er alveg stoltur, skilur. Veist, þú hefur oft þeir eru búin að grípa eitthvað í því og þá er það stundum bara, það er bara ég hef bara rétt fyrir mig, sama hversu þú ert að breyta minni skoðun eða mamma, pappi eða konan eða eitthvað, skilur. Og það er erfitt að meðteka það mögulega hefur einhver annar réttara fyrir sig en þú sjálfur, sko. Þannig ég reyni rosalega mikið og tek stundum mjög illa að reyna að hlusta, sko. Það er alveg ótrúlega sem að við komum til að segja hluti sem að það er enda ofta að skona mig, sko. Segja hluti sem að
er miklu meira make a sense heldur en þess að þú ert búin að inngreipa inn í þinn heila sko. Þannig að hlusta er alveg gríðarlega mikilvægt sko. Gríðarlega mikilvægt sko. Ég held að tengist líka hérna, við tökum bara vegferðina Sir Alex út í lífið eða fótboltann eða whatever, að þá var það einn eiginleiki í því að vera uppfæra sig. Já, þetta er bara, þetta er alveg ótrúlega erfitt að viðurkenna að það hafi reglu rámt fyrir því stundu sko. Það er alveg magna sko, það er bara, og þú reynir svo að halda í þetta og þá er oftast með einhver annari fróðu þá, en skilur, en hérna að hlusta, og hvað sem það er ákveð bara að tala við þig núna, bara þá hlustar það sem þú hefur að segja og mögulega það er ekki allt að vera rétt skilur, en þú reynir að hlusta og reynir að betur bæta þína kenningar held ég sko, einhvern veginn. Algjörlega. Saman hver þar eru sko. Það er mjög erfið sko. Það er mjög erfið. Því ég legg mikið með þessu podcast að hlusta sko, og líka sko, vinn ég við það líka að hlusta stundum, að hérna, og það er ótrúlega hvað fólk sko, fyrstulega bara segir þér líka bara út á götu og hlustar, og líka bara hvað fólk áttar sig á sjálft sko, að þú hlustar bara, það er ótrúlega mikið hvað getur lært að öðru fólki. Já, ég meina það eru margir sem að tala og segja rauninni ekki neitt sko. Nei. En það er alveg, já, þessi skilabá að vera að hlusta sko. Það er magnað. Það er mjög góð skilabá. Hlusta. Tengist líka bara mynstrinu sem við erum búin að koma inn á svo oft í þessu spjalli. En Arnar, bara takk kærlega fyrir að gefa þér tíma til að koma og spjalla. Það var bara eindislegt að fá. Mjög áhugavert. Og hérna við tökum dýpra spjalli með rauðvín, takk fyrir það. Segjum að það gangi vel. Já, takk kærlega. Takk.